Svona. Já, nú hérna komið nýtt dæmi með tveim raðtengdu viðnámum. Það er að segja viðnámin býtaði skottið hvort öðru. Sami straumur í allri rásinni, við tegnum þau. Og það byrja á að finna strauminn hérna, I. I er óþekktur. Og það byrja á því að teikna nýja rás með einu viðnámi. Og hún var þá bara spennugjafi hérna og eitt svona viðnám. Og þetta viðnám eru þessu tvö samanlögð. 20 ohm pluss 8 ohm. Þetta er 28 ohm viðnám hérna. Spennugjafinn 42 volt. Það er bara svo sami. 42 volt hérna. Og þá finnum við I hér. Og við munum þrýtingin. Vaffið uppi. I sinnum R. Þrýtingun er svona. Og hendinni við I. I er jafnt og viðnám deilt í spennu. I er jafnt og viðnám deilt upp í spennu og þið munið að þessi tala kemur á undan reiknivélina. Þannig að straumurinn er ásinni hér, svona hérna, spennugjafi, eitt viðnám. Hvað straumur er hér? 42 volt þetta, 42 volt deilt með 28 ohm. 28 ohm er jafnt og 1,5 og til straumurinn er ampere. I hér er 1,5 ampere. Hérna. Og hér líka 1,5 ampere. Þetta er bara hjálparmynd sem við gerðum til að styrja þetta. Tökum við hana bara í burtu. Þetta hér sem er rásinn. Tvö viðnám raðtengd og hvað straumur er hér. Og það er bara heildarviðnámið deilt á 28. Heildarviðnámið deilt upp í spennuna 1,5 ampere. Og nú er spurt hvaða spenna er yfir þetta viðnám og hvaða spenna er yfir þetta viðnám hér. Og straumurinn er svo sami hérna niður. Þetta hendinni er vaff, spenna er jafnt og straumur sinnum viðnám. Þannig að spennan hér er bara straumurinn, sinnum viðnámi hér og hérna saman. Ok, og tökum við þetta. Þrýtingur bara stendur hérna. Og tökum við bara með rauðu. Spennan hér yfir. Hérna er 1,5 ampere, hérna rennur niður 1,5 ampere, þetta er bara fjöldi rafeinda sem rennur hérna niður. Hér er 1,5 ampere, inn í spennugjafann er 1,5 ampere, út úr spennugjafanum 1,5 ampere, sami straumur alls staðar í rásinni. Rásinni er svona hring, bara einföld rás, raðtengd rás, sami straumur alls staðar. Þannig að þetta hérna, hvernig við þetta hérna, viðnám R1, þetta er viðnám R2. U, R1. U er fyrir spennu, þó við höfum vaff hérna, það er bara, svo þetta sé bara einfaldara. Spennan yfir viðnám nr. 1 er jafnt og straumur í gegnum viðnámi nr. 1, sem er bara R1, deilt með R1. Og þetta er jafnt og 1,5 ampere. Nei. Vitlaust. Hérna. Og U er 1 er hér. Það er gaman. Og U er 1. Það er spennað. Straumur sinnum viðnám. Og U er 1 það er það jafnt og straumur í gegnum R1 sinnum R1 viðnámið. Þetta er bara straumur í straumur viðnám nr. 1, hvað straumur það er gegn, sinnum stærðan á R1. Og þetta er bara jafnt og 1,5 ampere sinnum 8 ohm og þetta gefa, þetta markveldi 1,5 eru 12 og einingin er volt, 12 volt. Og spennan yfir R2 hérna, þetta er 12 volt hérna, og spennan hér yfir R2 er hér, það er bara sama formúla. U R2, spenna yfir R2 er jafnt og straumur í gegnum R2 sinnum R2. Og það er sami straumur, hér og hér, straumurinn er sami, 1,5 ampere sinnum viðnámið 20 ohm, sinnum 20 ohm, jafnt og 30 volt. Þannig að hér eru 30 volt. Takk þetta bara frá hérna.
bara herdótt, svona. Það er mjög mikilvægt að áttu ykkur á því að þetta er kallað spennufall. Fallið hér á milli er spennumunurinn, sem er bara spennumunur. Spennumunur yfir R1 er 12 volt, svo þetta er voltmæli hér og hér, mælið 12 volt á honum. Svo farum við voltmælinn hérna og hingað, mælið 30 volt á honum. Þannig að spennan yfir R2 er 30 volt og spennan yfir R1 er 12 volt. Þessar spennur samanlagðar er spenna spennugjafans. 30 volt pluss 12 volt, 42 volt. Þetta er alltaf tekað á svona rásum. Ef þið eru með 2 viðnám eða 3 og ég finna spennur á þeim öllum, finnir ykkur spennur, leggið það saman. Ef það er ekki spenna spennugjafans, þá er eitthvað ekki rétt. Ok, þetta er svona. Og nú skulum við bara, af því að það er oft beðið að finna aflið sem eyðist í einu svona viðnámi. Við skulum aðeins taka það. Bara hendur því þetta með. Vött er afl og vött er jafnt og straumur sinnum spenna. Þannig að ef það verður til dæmis spurt hve mörg vött eyðast í R1 og þau verða að hita, þetta er bara vöttin að hita. Þannig að vött sem eyðast í R1 er straumurinn í R1 sinnum spennan í R1. Og straumurinn í R1 er 1,5 ampere, 1,5 ampere og spennan yfir R1 er 12 volt, sinnum 12 volt og þetta er einhver tala og hún er í vöttum. Og þetta verður þá 1,5 sinnum 12 er jafnt og þetta eru 18 vött. Þetta eru 18 vött sem að eyðast í viðnáminu. Við þurfum að kaupa viðnám sem ég segi bara 25 vött ykkur fyrir lýs og það þarf að þola meir en 18 vött. Strauminu sem, aflið sem eyðist í R2, vött R2, það er bara straumurinn gegnum R2, það er IR2, sinnum spennan yfir R2, sinnum UR2 og það er sami straumur hérna, 1,5 ampere og spennan 30 volt, sinnum 30 volt og þetta eru 45 vatt eða ekki, sem eyðast í margvært 1,5 sem 30 og 30 er 45. Sjá, 1,5 sinnum 30, 45 watt. Þannig að þetta sem sagt, ef það beðum vött einhvers staðar, þá er það spennan, þetta er kallað íhlutur, viðnám er íhlutur, það er komponent, spennan yfir einhvern íhlut, sinnum straumurinn í gegnum viðkomandi íhlut, er aflið sem íhluturinn tekur, sem bara hverfur inn í honum. Þannig að þetta viðnám hitnar 18 vött og þetta viðnám hitnar 45 vött. Þannig að þetta dæmi svona með tvennu, annars vegar að finna spennu við 2 raddir viðnám og hins vegar að finna vöttin sem eyðast í hvoru viðnámi. Ok, takk.